Við erum saman komin til að kveðja hinstu kveðju, kæra eiginkonu, móður, tengdamóður, ömmu, langömmu, vinkonum, sveitunga og frænku, Þóru Margréti Magnúsdóttur frá Svínavatni. Ég votta ykkur sem hér eruð mínar innilegustu samúðarkveðjur þegar við í dag felum Þóru og okkur öll í Guðs hendur á þessari stundu saknaðar og sorgar sem líka stund fallegra og góðra minninga. Og fyrir þær allar erum við þakklát og biðjum Guð að blessa. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Vertu nú yfir og allt kring, því með eilífri blessun þinni sitji Guðs englar saman í hring, sængin yfir minni. Amen. Við hlýðum á þessi orð úr bréfi postulans til Kórinthumanna kærleikann. Og það segir: kærleikurinn langlyndur, hann góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, ekki langrækinn. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, ber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi.
aftur og hlýða á heilagt guðspjall sem stendur skrifað í 7. kafla Mattheusar guðspjalls. Þar segir Jesús: verið ekki áhyggjufull líf yðar, hvað þið yðar eta eða drekka, né heldur líkama yðar, hverju þið yðar klæðast. Ekki lífið meira en fæðan og líkaminn meira en klæði? Lítið til fugla himinsins, hvorki sá þeir, né uppskera, né safna í hlöður, og Faðir yðar himneskur fæðir þá. Eruð þið ekki miklu fremri þeim? Og hver yðar getur með áhyggjum aukið einni spönn við aldur sinn? Og því eruð þér áhyggjufull klæðnað. Hyggið að liljum vallarins, hversu þær vaxa. Hvorki vinna þær né spinna. En ég segi yður, jafnvel Salómon í allri sinni dýrð var ekki búinn svo sem ein þeirra. Fyrst Guð skríðir svo gras vallarins, sem í dag stendur en á morgun verður í ofn kastað, skyldi hann þá ekki miklu fremur klæða ykkur. Þannig hljóðar hið heilaga orð, og sæl erum við heyrum Guðs orð og meðtökum það.
fallega söng. Og náð sé með yður og friður frá Guði föður okkar og frá Jesú Kristi. Amen. Mér langar að lesa fyrir ykkur þennan gullmola úr Jóbsbók í Gamla testamentinu, sem er svona. Spyrðu skepnurnar svo þær kenni þér, fuglar himins og þeir munu skýra þér frá, eða dýrmerkurinnar svo að þau kenni þér, og fiskar hafsins geta einnig sagt þér frá þessu. Hvert þeirra skyldi ekki vita að hönd Drottins hefur gert þetta, að lífskraftur alls sem lifir í hendi hans og lífsandi allra dauðlegra manna. Prófar eyrað ekki orðin og finnur gómurinn ekki bragðið af matnum. Mér finnst þessi orð ljúka upp lífsafstöðu sem mótaði stúlkuna úr holtunum, sem varð síðar hús- og ættmóðir, já og skörungur á Svínavatni, Þóru Margréti Magnúsdóttur, sem við kveðjum hér í dag. Þau sem henni kynntust og fylgdu henni fundu og sáu að Þóra hafði einstakan áhuga á, já og næmni á umhverfið sitt, ekki síst hið náttúrulega og það sem sagan skildi eftir sig. Hún las í jurtir, fornar minjar í umhverfi sínu og átti skapandi samskipti við dýrin í kringum hana. Og svona las hún náttúrulega í bolla sem hafði verið drukkið úr og var ansi vinsæl í það verk. Læsið tekur nefnilega á sig svo margar myndir. En þessi afstaða til náttúrunnar og umhverfisins ber vott næmni sem er oft undirstaða eða grundvöllur hins listræna. Því manneskjan hefur þessa eiginleika að skapa og tjá upplifanir sínar með því að búa til, föndra, yrkja, mála og teikna. Sumir fá tónlistargáfu, aðrir vinna með höndunum og uppfæra lífríkið og andrúmsloftið yfir í áþreifanlega hluti. Og það gat Þóra gert, eins og þau vita sem hana þekktu. Þóra Margrét Magnúsdóttir fæddist á Lýtingsstöðum í Holtum, Rangárvallasýslu, á 12. apríl árið 1942. Hún lést á hjúkrunarheimilinu Móbergi á Selfossi þann 11. mars síðastliðinn. Þóra var elsta barn Magnúsar Gíslasonar og Katrínar Sigríðar Jónsdóttur af alls 8 systkinum. Yngri Þóru eru Jón sem er látinn, Guðrún sem er látinn, Gísli, Árni, Daniel, Sigrún og Bjarni. Það var því myndarlegur hópur sem þarna ólst upp í Holtunum og lét stóra systir með stóru essi ekki sitt eftir liggja að halda utan hann og leggja sitt af mörkum í uppeldinu með framtakssemi og uppátækjum. Letu yngri systkini Þóru upp til hennar, leiðtoga síns. Framtakssemi hinnar ungu Þóru gat tekið á sig mjög skemmtilegar myndir
eins og þegar hún 6 ára aldurinn tók sig til með fulltingi yngri systkinanna að skýra allar hænurnar á Lýtingsstöðum. Var þetta auðvitað einskær umhyggju fyrir fiðurfénu, því ekki gat telpan hugsað sér að hænurnar færu óskýrðar inn í eilífðina. Og frá Lýtingsstöðum flutti svo fjölskyldan að Akbraut í sömu sveit. Lýtingsstaðir fylgdu samt huga og reynslu ungu stúlkunar og tengdust ekki síst voveiflegum atburðum þegar þýsk herflugvél var skotin niður þar í grennd á stríðsárunum með tilheyrandi mannfalli og eftirmálum. Sögur framliðna hermenn sem allt var vélarhluti sem heimamenn ætluðu að nýta sér úr flakinu, gengu ljósum lofum í sveitinni og hafa eflaust mótað huga ungra sála. Þóra ólst upp við almenn sveitastörf ásamt foreldrum og systkinum. Og svo þegar hún 16 ára þá hleypti hún heimdraganum og fór í höfuðstaðinn til að vinna. Í Reykjavík starfaði hún meðal annars í mjólkurbúð og svo tók við tími sem hún starfaði á Sólvangi og bjó með Gyðu Eyjólfsdóttur vinkonu sinni. Og þaðan lá leiðin til Grindavíkur þar sem unnið var í fiski. Svo tók við námsdvöl í Húsmæðraskólanum á Laugarvatni árið 1961. Og nú fæ ég að vitna í stórkostlegan brag sem Unnur Halldórsdóttir, vinkona Þóru, setti saman í tilefni af 70-afmæli hennar nákvæmlega þennan tíma. Og hann svona: til Reykjavík 16 ára lagði hún svo leið að leiðin þar hjá Gyðu var sko ekki mikil neyð. Í fiskvinnu í Grindavík, hún safnaði í sjóð og svo fór hún í Grautarskóla, svo var orðin fróð. Og frá skólasystrum í Húsmæðraskólanum á Laugarvatni veturinn 1961 til 62 berast hingað kærar kveðjur með þökk fyrir samfylgd og vináttu Þóru. En Laugarvatstíminn reyndist örlagavaldur í lífi Þóru. Eftir námið fékk hún vinnu í eldhúsinu í Héraðsskólanum. Einmitt á þeim tíma sem hún kynnist mannsefni sínu, Jóni Ingilífssyni, bónda og verktaka á Svínavatni í Grímsnesi. Og það svona falleg íslensk saga hvernig þau Þóra og Jón náðu saman. Tengist auðvitað sveitaballi sem framfór austur í Rangárþingi, nálægt heimaslóðum Þóru. Þangað hafði einnig lagt leið sína, bóndasonurinn frá Svínavatni. Ingibjörg dóttir þeirra lýsir því sem framfór svo út frá vitnisburði foreldra sinna. Við ballið á Hvoli, þar sem þær systur Þóra og Guðrún voru á leið heim með sveitungum sínum á rússajeppa, var Jóni troðinn inn í bílinn af félögum sínum. Þar sem Jón þekkti bílstjórann þeirra, fékk hann að sitja hjá Þóru að vegamótum. Á
Á leið til vegamóta samdi Jón við Þóru að þær systur kæmu yfir í sinn bíl sem var Chevrolet árgerð 59 og hann skyldi keyra þeim frá vegamótum að akbraut. En þær systur lugu að Jóni að það væri ófært að hlaði akbrautir og létu setja sig út við traðarkjaftinn cirka 100 metra frá bænum. Þessi heimferð gekk sem sagt að óskum og fröken Þóra komst heil á höfn heim. Og svo 2 vikum seinna hringdi Jón í Þóru og vildi heimsækja hana, en hún sagði honum að hún yrði ekki heima heldur væri að fara til Reykjavíkur. Og svo heldur sagan frá Ingibjörgu áfram. Veturinn eftir frétti Jón að Þóra sé búin með húsmæðraskólann og sé að vinna í mötuneytinu á Laugardal. Jón biður þessa stúlku sem sagði honum fréttirinnar að sýna sér Þóru á næsta balli, sem að hún gerði en olli því að hún tapaði Jóni til Þóru, því að Þóra var sú sem vann hjarta hans. Og svo endar sagan svona: innst inni frá fyrstu kynnum vissi hann að Þóra yrði hans kona sem var hann í skóla. Og þá höfum Þóra flutti svo að Svínavatni með unnusta sínum árið 1963 og bjó þar fyrst sinn inni á heimili hans, foreldra hans og föðursystur. Þann 19. júlí 1964 gengu þau Þóra og Jón í hjónaband og þá var einnig Vatni Auðsinn, elsti sonur þeirra og frumburður, Ingileifur. Athöfnin fór fram í Mosfellskirkju og það þurfti ekki minna en 2 presta til að framkvæma verkin. Séra Hannes í Fellsmúla gaf unga parið saman og Ingólfur Guðmundsson skýrði litla drenginn. Frá Mosfellskirkju var svo haldið í húsmæðraskólann á Laugarvatni, þar sem vegleg veisla var haldin með ræðuhöldum og tilheyrandi skemmtan. Og Mosfellskirkja og Stóruborgarkirkja voru síðan þær kirkjur sem fjölskyldan á Svínavatni sótti þjónustu til, með athafnir eins og skírnir og fermingar barnanna, og þessar athafnir áttu eftir að verða þó nokkuð margar. Þóra og Jón eignuðust 9 börn, ekki að bæta niður við þeim, 7 drengir og 2 stúlkur. Ingileifur elstur, hann kvæntur Guðrúnu Þórðardóttur og eiga þau synina Jón Örn og Þórð Inga. Gísli Gunnar kemur svo, hann kvæntur Önnu A. Arnárdóttur og eiga þau saman Huldu Vöku, en áður átti Gísli dæturnar Þóru Birnu og Dagný. Synir Önnu eru Arnar Þór og Atli Grétar. 3. sonur Ólafur, hans kona Gamonsson Rútana Mún Núi. Fyrir átti Ólafur Öglu Úsk og Sólberg. Svo Helgi kvæntur Guðrúnu Þórhallsdóttur og þau eiga Þorgerði, Sigríði, Sesselju og Skúla. Magnús Ingberg kvæntur Silju Dröfn Sæmundsdóttur og þau eiga Sindra Mjölni, Ingberg Örn, Guðrúnu Steinu, Sóleyju Nönn og Jökul Mána. Sigurður Karl á Ólafíu, Sigurleifu, Helgu og Ásu Guðrúnu. Sammæðra þeim systrum Embla Ósk. Dætur Þóru og Jóns eru svo Ingibjörg sem á mannin Pálmar, Pálmarsson,
og þau eiga Jóhann Fannar og Freydís Ösp og Pálma á Viktor Daða. Og yngri dóttirin á Svínavatni er Katrín, hún á Elfusól og Gabrielu Rós Ágústsdætur. Og yngstur barnan á Svínavatni er Jón Þór, hans maki er Sunna Strandsten, en Jón Þór á soninn Ágúst Helga. Barnabörn Þóru og Jóns eru 16 talsins og þessir afkomendur eru ríkidæmi Þóru og fjársjóður. Þess má geta að Þóra og Jón bjuggu í gamla bænum á Svínavatni frá því að þau rugluðu saman reyndum sínum fram til ársins 1968 þegar synirnir voru orðnir 4 talsins. En þá fluttu þau í nýja bæinn sem þá var reistur. Þá hefur nú ríkað töluvert fjölskylduna, en og auk kynslóðina 3 þá voru vinnumenn og gestir iðulega til húsa á Svínavatni. Lífið á Svínavatni mótaðist bæði af hefðbundnum búskap og verktakavinnunni sem þar var stunduð af miklum metnaði. Á 7. áratugnum, þegar Þóra og Jón hefja sinn hjúskap, er verið að reisa flottasta fjósið á svæðinu og einnig var þar mikil sauðfjárbúskapur allt fram yfir árið 1980 þegar íslenskur landbúnaður gekk í gegnum miklar breytingar og bændum gert að skera niður til að mæta kröfum kvóta. Þessu öllu umstangi fylgdi auðvitað mikið mannlíf fyrir utan sjálfa fjölskylduna og barnahópinn sem að Þóra hélt vel utanum með styrkri hendi. Vinir krakkanna voru alltaf velkomin og mikil gestakomur og þar var Þóra ekkert að hlífa sér í þeim móttökum. Svo stóð Þóra fyrir því að gamli bærinn á Svínavatni sem byggður var árið 1928 var gerður upp og þar rak honum hríð kaffisölu yfir sumartíma. Svínavatn lá þá sem nú þjóðbraut þvera og stoppuðu margir við, bæði innlendir og erlendir. Ekki kunni Þóra að mæla á erlenda tungu, en tókst að gera sig skiljanlega með því að tala íslenskuna hátt og hægt. Eldhúsið á Svínavatni var hjartað í bænum og oft var þar mikið fjör, ekki síst þegar barnabörnin fóru að bætast við. Barnabörnin áttu frábæran liðsmann í ömmu sinni. Hvort sem það voru pönnukökur, rabarbar úr garðinum sem var dýft í sykur eða ísferðir á Minniborg, á þessu var engin skortur fyrir krakkana. Og svo sagði þeim sögur, stundum meira að segja draugasögur. Og það kunna börn vel að meta. Þóra og Jón bjuggu á Svínavatni til ársins 2019, þegar þau fluttu á Selfoss. En þangað til var eldhúsdús og barnauppeldi ekki bara það sem einkenndi líf Þóru. Hún var félagslynd, söng í kór og var nefnilega listfengari en gengur og gerist. Hún segir svo fallega frá því að í bernsku hafði hún haft yndi af því að teikna. Það hafði byrjað í veikindum þegar hún þurfti að liggja á sjúkrahúsi og var gefin litabók og litir og uppgötvaði að það átti aldeilis vel fyrir henni að liggja. En á stóru heimili þar sem hún ólst upp
og með lítil fjárráð, voru ekki tök á því að rækta þetta með barninu, svo hún lagði það á hilluna á unglingsárum. En svo kom að því að tilefni var að taka aftur upp pennan. Hún fékk að hanna merki Kvenfélags Grímsneshrepps og í Lions klúbbsins Skjaldbreiðar sömuleiðis. Þessa fána sjáum við hér í dag og þeir bera listfengi Þóru merki. Hún setti líka fram það sem henni fannst einkenna störf kvenfélaga og valdi af því tilefni orðin trú, líf, friður og kærleiki. Hún segir í viðtali af þessu tilefni að hún hafi séð fyrir sér konurnar sem stofnuðu kvenfélagið árið 1919 og líka þær sem á eftir komu. Þær hlúa að og verja mannlífið. Það er trú, líf, friður og kærleikur. Og svo sjáum við líka þriðja fánan sem hún hannaði og það er fáni kvenfélagsins Einingar í Holtum. Og þetta liggur eftir Þóru og ber listfengi hennar og umhyggju vitni. Alveg eins og öll kortin, bolirnir, sængurverin sem hún málaði á og veitti þannig hlýju og kærleika. Þessa alls minnumst við í dag og fyrir allt þetta þökkum við. Guð blessi allar góðu minningarnar og minningar Þóru. Og hér hefa borist kveðjur sem er ljúft og skýrt að flytja. Það er Guðmundur Örn Böðvarsson, hann sendir fjölskyldinu innilegar samúðarkveðjur og þakkar vináttu. Sigrún Huld Pálmarsdóttir sendir líka innilegar samúðarkveðjur og Guðmundur Hjartarson og fjölskyldan sendir sínar hlýju kveðjur til fjölskyldunum. Og þá er það Ísabella Katarína Márusdóttir sem er í Bergen og vill líka flytja sínar kveðjur hingað. Það verður jarðsett í Mosfells kirkjugarði og þau sem vilja fylgja Þóru og kveðja þar eru velkomin. Það er líka hægt að signa yfir hér fyrir utan kirkjuna. Og svo vil ég minna það sem stendur í sálmaskráni, að ykkur sem hér er boðið að þiggja veitingar í félagsheimilinu á Borg, en þar verða kræsingar á borðum í anda Þóru, ásamt kjötsúpu sem hún var þekkt fyrir að bera á borð fyrir kalda og þreytta smalamenn. Og fjölskyldan vill gjarnan taka fram að hún vill hitta ykkur þar og eða upp í garði, þannig að við höldum bara beint áfram eftir að við signum við kistuna hérna úti. En dýr sé Guði Föður og Syni og Heilögum Anda, svo sem var í upphafi, er og verður, allt. Amen.
góði Guð, fyrir sérhverja góða gjöf í þessu lífi og fyrir von til eilífs lífs sem þú hefur endurfætt okkur til fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Lít í náð til Þóru sem þú hefur kallað til hvíldar þinnar og ver okkur öllum náðugur og miskunnsamur í lífi og dauða. Varðveit okkur í trúni á þig, að við megum ásamt þeim sem þú hefur endurlist, lofa þig og vegsama að eilífu. Amen. Og við biðjum saman bænina sem að Drottinn Jesús kenndi: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfært okkur til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesús segir: ég er upprisun á lífi. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða og af jörðu skaltu aftur upp rísa. Veit henni Drottinn þína eilífu hvíld og látið eilífa ljós
lýsa henni. Hún hvíli í þínu friði. Amen. Og við mögum gjarnan standa áfram og taka undir. Við sáum allir umstriðið. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú nafni.